Skulum forvitnast stafinn eð. Ég vissi það ekki að það Rasmus Kristján Rask sem ber sem sagt ábyrgð á því að við erum að skrifa þennan staf og það rosalega það miklu deilur það eða þetta mjög erfitt mál í heimi grafískrar hönnuður, hvernig þessi stafur á að líta út. Eilífur höfuðverkur, það vissi ég ekki. Stefán, við erum staddir hérna í Hönnunasafninu í Garðabæ sem mjög flott safn, ekkert mjög þekkt. Það ekki alveg tilviljun að við erum staddir hérna því að við ætlum að fjalla bók sem að stafinn eð ævisaga. Hvernig óskupun var þetta að skrifa ævisögu eð þess? Já, það hefur nú þurft að segja mér það tvisvar í upphafi ferilsins. Ég með 3 meðhöfunda að þessu verki sem allir grafískir hönnuðir. Og frumkvæði kemur í rauninni þaðan, kemur í ljós að þessi bókstafur eð eilíðar höfuðverkur hjá grafískum hönnuðum á Íslandi. Ég með þá kenningu að allir grafískir hönnuðir séu með möppu upp í hillu hjá sér með vondum dæmum eð. Og út frá þessu að þá fóru þeir að kynna sér þessa söguna og safna dæmum þennan bókstaf og afraksturinn varð þessi bók sem hefur tengingar ekki bara í hönnunarsöguna, heldur í prentsöguna, pólitíkina, menningarpólitíkina og já, eins og ég segja, opnast í ýmsar áttir. Já, þessi stafur eiginlega bara til á íslensku, þannig að við höfum engar fyrirmyndir hvernig hann á að líta út. Það þannig að í dag hann notaður íslensku og færeysku, en upphaflega þá þessi alíslenski stafur engilsaxneskur. Og hann berst frá Englandi til Íslands í miðalda handritum og þar svo sem ákveðin fyrirmynd. Það merkilega að svo fellur hann úr tungumálinu hjá okkur eins og eins og Suður í Evrópu, í Englandi og Noregi og þar hefði sögunni getað lokið. Þá væri þetta stafur sem væri notaður í stafréttum útgáfum Árnastofnunar og einhvað sem bara íslensku fræðingar væru meðvitaður En endurreisn stafsins sem byggist á svona mjög rómantískum hugmyndum Rasmusar Rask íslenskuna og hvernig hún ætti að vera í byrjun 19. aldar gerir það að verkum að hann kemur aftur inn eftir margra alda hlé og hefur náð að valda hönnuðum áhyggjum og vandamálum síðan. Það Rask, þessi merkilegi maður sem sagt ber ábyrgð á þessu. Já, það það vantar verulega að ævisaga Rasks komi út á íslensku. Hún bara til í einhverjum svona tímaritsgreinum hér og þar. En þessi mikli Íslandsvinur og tungumála séní hefur ofboðslega mikil áhrif á þróun íslensks ritmáls. Þegar að ég var að lesa til að mynda bréfasafnið hans þegar að hann að skiptast á skoðunum við Bjarna Thorarensen, Sveinbjörn Egilsson, Árna Helgason þá stóð maður sig að því að hugsa hann skrifar bestu íslenskuna af þeim öllum. En svo þurfti maður að minna sig á að það væri nú kannski ekki alveg þannig, heldur hefði eiginlega sú stafsetning og það ritmál sem hann tileinkaði sér orðið ofan á. Og mjög snemma ákveður Rask að þetta sé nú málið, að þessi gamli miðaldastafur, hún skuli komið aftur í íslenskuna. Félögum hans í bókmenntafélaginu, þeim líst ekkert á þetta. Og þeir reyna svona að tala ofan af þessu eða koma með einhverja málamiðlun að mögulega mætti kannski hafa þetta í bókum, svona gömlum ritum en ekki í skírni til dæmis. En Rask, hann tók því ekki vel að vera mótmælt og að lokum þá virðast þeir svona, þá komst þeirri niðurstöðu að það mætti alveg láta þetta eftir kallinum. Hann hefði nú gert svo mikið fyrir íslenskuna og Íslendinga og það verður þá kannski sög sér að hann fengi þarna einn bókstaf í stafrófinu. Já, leturgerðarmenn og grafískir hönnuðir hafa sem sagt ekki getað komið sér alveg saman hvernig þessi stafur á að líta út. Já, vandinn sá að latneska stafrófið eins og það prentað. Allir stafir þess eru samansettir úr nokkrum mjög einföldum formum. Þetta eru hringir og strik og þverstrik og þar fram eftir götunum og út frá þessu á að vera mjög auðvelt að púsla öllum bókstöfum og tölustöfum saman. Eðið
í rauninni handskrifaður stafur. Hann handritastafur sem troðið inn í þetta prentform sem í rauninni það kaldhæðnislega að í grunninn bara D með striki. En í miðalda handritum þá var D skrifað svona fagurlega sveikt. Ef við höfum aldrei hætt að skrifa þá má ætla að það hefði bara einfaldlega rést úr því með D-nu og þá væri þetta í sjálfu sér ekkert vandamál. Nákvæmlega hvernig sveigjan á að vera, hvernig þverstrikið á að vera, hvernig það á að halla. Mönnum hefur reynst mjög erfitt að finna einhverja ákveðna formúlu, við bara vitum hvenær þetta rangt. Og þetta ekki auðvelt fyrir erlenda leturhönnuði sem eru komnir með einhver fínt og flott letur og svo teikna þeir einhvert og senda það til Íslands og Íslendingarnir henda því bara í hausinn á þeim aftur og segja þetta ekki rétt, breyttu þessu. Og þetta sem svo mikið mála það hægt að þetta stendur undir heilli bók. Það stendur undir heilli bók því að svo komu náttúrulega óvænt vandamál á 20. öld með tölvukerfum og SMS-um og öðru slíku. Menn þurftu að taka slaginn á vettvangi alþjóðlegra staðlastofnana til þess að standa vörð bókstafinn. Þannig að það eru ýmsar tengingar. En lífið væri kannski aðeins auðveldara við höfðum ekki Við kæmumst alveg af með D og eins gætum við bara skipt eðinu út fyrir þorn. En ég með þá kenningu að sé eilítill svona uppáhaldsbókstafur okkar Íslendinga í handskrift til dæmis, sérstaklega hjá fólki sem með í nafninu sínu, þá nostra menn sérstaklega við þennan staf og gefa honum einhverjar auka krúsidúllur og bugður sem ekki að finna í öðrum stöfum. Þannig að ég held að lífið yrði það ekkert flóknara, mögulega eitthvað einfaldara, en það ekki alveg skemmtilegt. Við erum hérna, eins og ég sagði áðan, á Hönnunarsafninu og hérna sýning með verkum eins færasta grafíska hönnuðar okkar, Gísla B. Björnssonar, og það náttúrulega þetta ekki alveg af ástæðulausu við fórum hingað inn. Nei, þetta bráðskemmtileg sýning, en Gísli einn af lykilpersónum í þessari sögu vegna þess að sem kennari í myndlist á Handíðaskólanum að þá lemur hann inn í margar kynslóðir grafískra hönnuða á Íslandi mikilvægi þess að ná íslensku stöfunum réttum. Og á sennilega öðrum mönnum frekar þátt í svona að móta þessa bara fegurðarskynjun og fagurfræði Íslendinga þegar kemur að eðinu. Svo eru reyndar alveg stórkostlega bókakápur hérna sem eru stórskemmtilega bókakápur, forsíður á gömlum tímaritum, sérstaklega frá móderníska tímanum. Þakka þér fyrir, Stefán. Bárum hafs og landi